Í síðasta þætti sáum við viðtal við móður og föður. Þau töluðu það að vera utan af landi. Og mér datt í hug að fara til Akureyrar, að taka nokkur viðtöl þar, athuga hvernig ástandið væri og hvernig þjónusta væri í boði. Viðtalið sem þið að fara að sjá tekið upp í mars á þessu ári. Þetta viðtal við fíkil eða alkohólista og aðstandanda saman. Þá var alkohólistinn búinn að vera á biðlista í nokkra mánuði. Núna júlí og hann ennþá á biðlista. Við skulum gefa þeim orðið. Ég heiti Gunnar Ingi og þetta lífið á biðlista. Hvað ert búinn að vera lengi á biðlista? Ég er búinn að vera á biðlista í 5 mánuði. Ok. Og hvernig tíminn búinn að vera á meðan? Hann er búinn að vera náttúrulega bara algjörlega hræðilegt. Ég er búinn að drekka 10 til 20 bjóra á dag, daglega, bara hverjum degi. Og þú ert að koma einungis úr áfengisneyslu? Einungis úr áfengisneyslu, drekka einungis bjór. Og hvernig ertu búinn að vera að fúnkera á þessum tíma? Það er misjafnt. Ég hef getað sótt vinnu. Ef ég drekk 1-2 bjóra á morgnana þá fúnkera ég í vinnu. En stundum fer ég yfir striki og bara get ekki mætt í vinnu og er bara fullur. Og sýnir vinnuveitandinn, sýnir hann þér skilning? Hann sýnir mér skilning og hann er búinn að hjálpa mér mikið. Hann er búinn að hjálpa mér mikið í gegnum þetta og það er eiginlega mikið til honum að þakka að ég fekk loksins niðurtröppuna lyf. Já, Risolid. Risolid, sem að þar lendi ég í dag ekki að drekka. Hvað ertu búinn að vera í marga daga? Ég er búinn að vera í dag í 6 daga. Frábært til hamingju. Takk fyrir það. Þú segir að vinnuveitandinn hafi hjálpað þér að fá þetta. Hvernig hjálpaði hann þér að fá þetta? Hann hringdi í lækna, hann hringdi í hjúkrunarfræðinga og bara lýsti bara hræðilega ástandi á mér. Varstu búinn að vera lengi að sækjast eftir þessum lyfjum? Ég í svona hálfa mánuð. Það er algjör undantekning að fólk sé að fá þessi lyf. Ég veit marga sem að reyna og fá engin niðurtröppuna lyf. Jafnvel komið með bara að lyfurinn að gefa sig og fá samt engin lyf. Þannig að þú ert mjög heppinn að fá þetta og greinilega mjög góður vinnuveitandi. Já, hann er það, Og ég var líka bara orðinn þannig að ég gat ekki orðið gengið, Hvort sem að ég var nánast edrú eða fullur eða ég bara gat ekki gengið orðið, Áttu ykkur að reynsla á því að vera edrú áður? Já, ég hef verið edrú í 2 ár. Ég er búinn að vera dagdrykkjumaður í 25 ár. En ég er búinn að eiga góð tímabil, 2 ár og svo 1,5 ár og svo 6 mánuði. Ég er búinn að fara 3 sinnum í meðferð. Hvað myndirðu segja að hafi farið úrskeiðis hjá þér þessi skipti sem þú féllst eða fékkst bakslag? Í fyrsta skipti þá var ég alltaf ákveðinn í að fá mér einhvern tímann. Ég var alltaf sannfærður það að ég myndi og ég fór ég myndi alveg geta drukkið erlendis, Og þannig byrjaði það, Ég fekk mér og ég var bara beið eftir því að fara erlendis og þá opnaði ég minn fyrsta bjór. Hugsaðu þá að enginn myndi komast að því eða? Ég var með konunni minni og sýndi henni það alveg og allt það og ég sannfærði hana að þetta væri bara, ég gæti þetta alveg núna, bara virkilega sannfærðan það.
Og sjálfan því í leiðinni, sennilega. Algjörlega. En hvernig núna erum við stödd á Akureyri. Já. Hver þjónustan sem í boði hérna fyrir þig? Ég hef nýtt mér göngudeildina og það tókst mjög vel í sumar. Svo kom sumarfrí og ég féll þá. En það kannski líka mikið til sjálfum mér að kenna. Ég hef ekki verið að stunda fundi og ég svona pínu aftur á bak og mig vantar pínu svona stuðning. Og það sem ég búinn að vera að gera núna þessa 6 daga sem ég búinn að vera edrú, ég búinn að hringja á SAA og biðja aðstoð af því ég vil ekki skemma það sem ég búinn að ná núna. Þá bara fæ ég þau svör að starfsmaðurinn hér sé í fríi. Ja, það sé bara einn starfsmaður þá? Það bara einn starfsmaður og hann í fríi. Myndirðu segja að þú værir ánægð með þessa þjónustu? Nei, ég ekki ánægð með þessa þjónustu. Myndirðu segja það að þú hafi valið þennan sjúkdóm? Nei, ég valdi hann ekki. En ég þróaði hann með mér, ég veit það. Hvað myndirðu segja áhrifin hafi verið á þetta fjölskyldulíf og... Bara alveg hrikalegt sko. Ég veit að móðir mín ein taugahrúga. En hún brosir út af eyru núna, ég kem til hennar á hverjum degi núna og sýnir henni hvernig ég og hún óbúðslega ánægð að sjá mig. Hún sá mig hvernig ég var orðinn, hvað þetta alltaf gengið. En þetta á ótrúlega stuttum tíma ég farin að halda jafnvægi og geta allavega gengið. Og hvernig sérðu framhaldið? Ég að bíða eftir innlegg inn á Vog. Ég hringi nánast, ég hringi 3 í viku. Ég fæ alltaf mismunandi svör. Ég hringdi á 50. afmælisdaginn minn, 12. febrúar. Og ég fekk alveg frábæra afmælisgjöf þá. Þá voru 2 til 3 vikur. Þetta var á mánudegi, ég hringi á miðvikudegi. Bara til þess að ég ætla bara að fá dagsetningu. Þá segir konan að þú ert á 5 til 6 mánaða lista, það er einhverjum mánuðir í þig. Og það var rosa sjokk. Ja, þetta óþægilegt. Þetta var mjög óþægilegt. Vonandi verð ég bara edrú þangað til ég fer inn á Vog. Ég ákveðinn að fara inn á Vog. Hvaða stuðning ertu með í kringu þig eins og Sko, ég hef, fjölskylda mín óbáslega góður stuðningur. Ég á góða vinkonu sem hjálpaði mér að afeitra mig. Ég hef aldrei getað það einn. Hún bara lá yfir mér. Hún sá til þess að ég tæki töflurnar mínar klukkan þetta og bara, hörðu, núna liðinn þessi tími, nú tekur þessa. Og það kom alveg hérna á degi 2 að, þú veist, ég hrískalf og svitnaði og ég náttúrulega var ælandi og hafði engu að æla. Ég bara varð að fá áfengi. Ég bara varð að fá áfengi en hún sá til þess að ég gerði það ekki. Já, greinilega með góða að. En enn og aftur lendir það á aðstandendum sem ekki þurfa að sjá þessar hluti, þú veist. Akkurát. Þetta er eitthvað sem ætti að vera meðhöndlað af fagfólki. Fagfólki. Aðstandendurnir okkar eru ekki menntaðir hjúkrunarfræðingar. Akkurát. Og þannig að já, þetta er bara, en mjög heppinn að hafa þetta að. Ég er rosalega heppinn og ég er mjög þakklátur. Mjög. Og ég skal bara byrja á að segja mér hvernig það er að vera aðstandandi virks fíkils. Veistu, mér fannst þetta alveg rosalegt. Ég held ég hef aldrei gert mig grein fyrir hvað áfengisneysla er mikil böl. Maður tala fíkla, þá maður að horfa á meira fíkniefni, lyf, en hann var bara virkilega veikur. Og hann fór svo að segja mér það líka sko, að áfengi væri í rauninni versti
vímugjafinn og maður sem getur ekki höndla daginn, bara ef hann vaknaði ekki nógu snemma á morgnana til þess að vera búinn að fá sér áður en að fráhvörfin komi. Þetta rosalegt. Og átök fyrir líkamann að ef hann svaf of lengi og fær fráhvörfin, þessi líkamlega átök, að hríðskjálfur, svitnar, rembast við að kasta upp og kúast og hefur engu að æla. Þetta er ekki smá átök fyrir líkamann. Eftir bjórneyslu, saklaust þannig, en alls ekki saklaust. Þess vegna finnst mér líka svolítið, það er alltaf svo mikla forvarnir á móti fíkniefnum og svoleiðis. Já. En að mínu mati eru forvarnir eitthvað sem ekki beint hafa nógu mikil áhrif af því að þó svo að það myndi hræða krakkana sem eru að horfa að fara ekki að prófa eitthvað fíkniefni, að þá mun það mjög líklega einhvern tímann prófa áfengi og ef það eru með þessi gen í sér, þá er það hvað sem að fara að misnota áfengi. Já. Þannig að og það er líka, þetta er genatengt. Ég hef líka verið aðstandandi fyrir pappa míns og þetta var, alveg upp með, hann var svona helgar, en þetta eyðilega allar helgar og hátíðir, jól og páska. Þetta skemmir alla fjölskyldu, alls fjölskyldu líf. Og ég tók það líka eftir hjá honum að samskipti við fjölskylduna, börnin hans, þau nenna honum ekki þennan hullur. Og lítil samskipti, foreldrarnir höfðu, eins og hann sagði, miklar áhyggjur, að hringja, koma, taka stöðuna, mikil hræðsla, hann er kominn í mikla neyslu og sér enga leið út, enga hjálp að fá, búinn að hringja á þessar viðeigandi stofnanir, SÁÁ, hér fyrir norðan, fyrir sunnan, lækna, talaði að hvort hann ætti að fara bara, komast bara upp á geðdeild. Sjálfsvígshugsanir og þannig tal, þú sitja svo undir og heyri þetta, bara það er ekkert eftir. Hvaða líf er þetta? Ég get ekkert hætt bara sjálfur, þetta er ekki þannig. Mér langar að hætta en ég get ekkert bara hætt. Og ég sá það alveg sjálf. Þú hættir ekkert, þú bara setur ekki tappan í og ég var bara edrú á morgun. Og hann reyndi að trappa sig niður það verið alveg hálfu mánuður sem hann fór í að reyna að drekka minna. Og svo kom helgin. Þá funkar hann náði að fara í vinnu, einhverju, kannski ekki fulla vinnudag en samt alltaf eitthvað. Og svo kom helgin, meira losir í, ekkert þannig sé planað og þá eyðilagðist, má segja, þetta sem hann var búinn að trappa sig niður. Og þá byrjaði hann bara upp á nýtt á mánudegi. Þetta er bara hringur, þetta er bara endalaust. Og þegar hann var búinn að útskýra fyrir mér með þetta lyf, Risolid, að trappa sig niður, skilalega þurfu eftirlit með því, það er hægt að misnota það, en flestir fíklar eiga aðstandendur sem eru til í að hjálpa. Og það er hann líka að fá það aðstandendur til að þó þeir sé ekki, ættu kannski ekkert að vera að gera þetta og þetta er ekki þeirra, þeir eru ekkert menntaðir, ekki með fræðslu eða réttindi. En ef þetta er hægt, þá er þetta alveg þess virði. Þetta tók, 5 daga? Og eins og hann segir líka bara, hann hefði ekkert getað gert þetta bara hann svaf bara náttúrulega rosalega mikið fyrstu 3-4 sólarhringana. Þetta er náttúrulega sljókandi lyf, þannig að þetta var bara, og ég hugsa bara, það er, þegar maður er lasinn, þá er rosalega gott að sofa. Og hann er náttúrulega lasinn. Þannig að það er kannski bara best að hann taki út fráhvörfin í svefni. Þannig að ég var meira sem bara að vekja hann og láta hann vita að það er komið tíma á næstu töflu. Bara ekki láta líða of langt á milli þannig að þú færir í fráhvörf. Og passa bara niður að borða eitthvað, bara eitthvað.
Já, hann bara greinilega mjög heppinn með aðstandanda sko. Það eru alls ekki allir sem eru svona heppnir að hafa eitthvað til að vaka yfir sér og passa, og jafnvel, þú veist, og hann er bara ekstra heppinn sko að fá lyf til að byrja með sko. Algjörlega. Flestir eru bara út að þjást. Já. Við vorum komin sko áður en að hann fékk þessi lyf, þá vorum við með plan B var að fara á og ég ætlaði bara að fara með hann til læknis og við ætlaðum bara að fara í svona opinn tíma, bara það sem við vorum búin að panta tíma, það var 3 vikna bið. Þannig að þá var næst að fara bara í opinn tíma og ég færi bara með og reyna að fá þetta lyf þannig að það væri vita að ég væri að fara að skammta þetta lyf. Að það hefði ekki gengið, þá var næst að ég færi til heimilislæknis míns og ég myndi reyna að fá þetta lyf fyrir hann þar. Þannig við vorum alveg, en þetta svolítið langsótt orðið. Þetta er bara dæmigert sko, þú veist, það er svo mikið finnst mér sko stundum verið að neyða fólk til að nota óheiðarlega leiðir til að bjarga sér sko. Nákvæmlega. Alveg eins og fyrir sunnan á fíknigeðdeild þar er fólk bara að ljúga að það ætli bara að fara að drepa sig á eftir í þeirri vonum að komast inn einhvers staðar sko. Já. Ég veit dæmi það sem að maður sko framdi og vopnaði rán bara svo að lögregla myndi taka hann að það fengi stað til að sofa á sko. Nákvæmlega. Hversu sikk er þetta kerfi? Já. En svona er þetta bara greinilega, víst. Já. Því miður. Mér finnst líka sorglegt, ég viðurkenni það líka, ég hef alveg verið þessi sem hef farið í ríkið fyrir hann og keypt dagsskammtinn. Ég keypt mér að segja kannski 2-3 skammta en hann fær bara 1, svo geymi ég hitt. Og vera mætt í áfengisverslun hér á Akureyri bara þegar hún opnar, bara rúmlega 11 á morgnana, að sjá hverjir eru þar inni. Ég fékk pínu sjokk. Því þetta var ekki fólki sem var að kaupa sér eitthvað svona vín með matnum kvöldið eða verið að fara út á borða eða skemmtun eitthvað. Þetta voru bara dagdrykkju fólk sko. Og fólk sem á hvergi heima. Og það með þetta fólki sem sko flestir sjá ekki hér og þar sko. Nei. Sjást bara þarna þegar ríkið opnar og svo sjást þér ekki þannig að ríkið opnar næst sko. Nei. Og maður er bara, og hvar er þetta fólk? Hvar er þetta fólk þegar ég fer niður í bæ og þá er ég tala bara niður í bæ og virkum degi til að því maður sér þetta ekki. Eða vill maður bara ekki sjá þetta? Það getur verið. En fyrir sunnan til dæmis þá er það þannig að þessi sem er að fara í ríki þegar það opnar, af því það eru svo mörg ríki, þá er þeir sko að flakka á milli, fara aldrei í sama ríki 2 daga í röð sko. Svo fela þetta. Já, þannig að þið eru ekki það heppin með það hér. Nei, hann sagði reyndar að hann hefði farið út á Dalvík einhvern tímann og þá hafði hann líka farið þangað og versla bara þannig að hann væri ekki alltaf hér. En auðvitað hérna, þetta er lítið bær, það vita allir hver eru. En þetta kemur líka eins og þú sagðir áðan með það að þú hafi farið í ríki fyrir hann, kemur inn á það sem ég langaði að tala að það er svo fín lína á milli meðvirknis og hjálpsemi. Þú veist, þegar þú ert að skammta honum niðurtröffunarlyfin, þá ertu í hjálpseminni sko, en þegar þú ert að fara í ríkið að passa að ná í skammtinn sem þú fá ekki fráhvörf, þá ertu í meðvirkni, þú veist. Þetta er rosalega fín lína til að dansa á sko. Og það var líka alveg hugsun sem ég bara á ég að vera að gera þetta. Þetta var alveg svona, er þetta það rétt? Ég veit það ekki. Bara viðurkenna alveg, það var kannski ekki rétt. En eins og hann var orðinn, hann var ekki gangfær. Og það var ekki endilega alltaf fyrir, að hann væri orðinn það drukkinn, hann geti ekki gengið. En hann ráfaði bara á milli veggja og hann þurfti að styðja sig við, hann var bara svona gamalmenni. Hann fann að missa svona tilfinningu niður í fætur. Og þar var ég líka bara, þetta er ekki áfengisneysla, hann er ekki svona fullur. Og ég var alveg komin bara, ok, það er eitthvað meira. En ég sé alveg rosalega mun á hann og núna 6 dagar edrú. Og
og þetta varð alltaf betra og betra og betra. Líkan að fá næringu, hann að borða betur, hann að taka vítamín, ekki áfengi. Það kannski hjálpast alltaf að. Það gerir það. En ég var alveg fann að hugsa bara ok, hann kannski bara komið með MS eða MND eða eitthvað. Það byrjar oft í einhver taugasjúkdóm. Já, þetta, þú veist, eftir langvarandi áfengisneyslu þá bara fara taugarnar að gefa þessu og þú missir máttinn, sko. Ég var með konu inn á Vogi einu sinni sem að, þegar við vorum inn á Vogi saman, þá var hún í göngugrind, sko. Og bara gat ekki gengið án hennar. Svo, leið einhver tími og ég sá hana aftur úti og ég bara þekkti hana ekki, því að hún var, þú veist, hún bara labbaði bara eðlilega og þú veist, hafði yngst 20 ár og, þú veist, þetta gerist svo hratt, sko. En á sama tíma þá það einmitt það sem er hættulegt, sko, að þú ferð inn á Vog eða verður eyddur nokkra daga og ferð þér að borða og komið með næringu, líður aðeins betur og þá bara ertu nú að gleyma hvað þetta var hræðilegt fyrir 2 vikum, sko. Og það líka það sem að ég sé, ok, hann náði þessum góða árangri, 6 dagar edrú, það var erfið tíma, fyrstu dagarnir sérstaklega og svo núna ég bara, og hvað núna? Jú, hann mætir í vinnu, fínt, fer ég borða í hádeginu, heldur sig við, en hvað svo? Hvar er svo faglegi stuðningurinn? Göngudeildin í fríi, starfsmaðurinn í leyfi. Ég meina, svona þetta bara þegar við erum að láta bara undir fjármögnuð áhuga samtök sjá alfarið að meðhöndla þennan sjúkdóm. Það bara galið. Þú veist að það sé engin ríkisrekin afeitrunarsstöð eða myndirðu trúa því ég myndi segja þér að ef við myndum búa í Noregi þá getur þau bara labbað inn á næsta spítala og fengið aðstoð. Þetta grínast. Og af hverju erum við með þetta svona? Erum við ekki alltaf að horfa á Norðurlöndin og þeir eru að gera svo gott og eigum við ekki að gera svo þau? Þetta er svo galið system. Vist, ég er búinn að liggja inn á heimasíðu SOA og fá mér upplýsingar. Ég er búinn að hringja og baði hvort að, þá ég sá að vera hægt að fá viðtal og fá ráðgjöf sem aðstandandi. Og ég hringdi á mánudegi í síðustu viku. 8 daga síðan. Þá sagði hún, ég ætla að láta þig heyra í honum einhverjum manni og hann hringir í þig, ef ekki í dag þá á morgun. Ég hef ekkert heyrt. Ég passa að vera með blaðið alltaf á mér ef skikkinni þessi maður skildi hringja, þannig ég sé tilbúið með spurningar og get ripað niður einhver svör. En það hefur ekkert verið hringt. Og mér skilst að þetta er líka oft ef maður hringir, svo maður lendir ekki í biðlista eða að bíða, skildi eftir nafn og símanúmer og við munum hafa samband. En svo gerast ekkert. Sennilega brjálað að gera á svona stofnun, ég efa það ekki, en þess þá heldur að henda meiri fjármagn í þetta og hafa þetta bara ríkisrikið. Minnst allt í lagi einhverjir einkaaðilar sem vilji opna svona stofu og græða á því eitthvað svoleiðis, bara geri því það, en mér finnst að ríkið ætti að taka miklu meiri þátt í þessu. Já, bara eitthvað þátt í þessu þegar við erum með. Það er ekki til neinn, það má tæknilega segja að Vogur sé, eða SOA sé ríkisrekið, þetta er rekið með styrkjum frá ríkinu, en það vantar eitthvað svona ríkisrekna afeitrunarstöð. Algjörlega. Og það sem að þegar við horfum til dæmis Noregs, það er eitthvað sem að þeir skilja er það að þegar þú gefst upp og þú vilt aðstoð, þá þarf að grípa inn þá. Já. En að því að þú veist ekkert hvað gerist frá því að þú sækir og svo kannski 6 mánuðum, 9 mánuðum, ári seinna ertu ekkert á sama stað og þú getur verið búinn að lenda í alls konar áföllum og getur verið dáinn. Þú getur þess vegna verið komin í þannig neyslu að þú bara ég bara hættu við að hætta. Bara þetta er svo gott stöf sem ég er með núna ég er ekki tilbúin í þessu vinnu. Og það var líka eitthvað sem ég heyrði hann alveg segja og mér fannst það alveg vera satt. Bara mér langar að hætta. Ég vil ekki vera svona. En það er ekkert sem grípur.
Þess vegna það sem ég fer fram á núna, það sem ég vil koma á framfæri, það að þegar þú sækir þú veist, að á meðan við erum með þetta svona að það sé 9 mánuðir á biðlista, að þegar þú sækir að þá byrjar einhvers konar ferli. Algjörlega. Og ekki bara einhver ráðgjafa viðtöl hjá SÁÁ heldur, þú veist, þú fáir viðtal við lækni, þeir eru útvegað lyfjum sem þú þarft til að farir ekki í fráhvörf eða ef þú ert á þannig lyfjum að þú bara sum lyf valda bara lífshættulegum fráhvörfum, til dæmis áfengi og róandi lyf og ef þú ert á morfínskyldum lyfjum að þú fáir viðhaldslyf og eitthvað sem heldur þig við að meðan þú ert að bíða. Akkúrat. Því að eins og ég sagði áðan, þú veist, það getur hvað sem gerst á þessum biðlista tíma og það þarf að passa upp á það að þetta fólk drífi inn og ná einhverjum árangri af því að þú veist, og ég tala af eigin reynslu að vera á biðlista í 6 mánuði bara eyðilagði svo mikið í lífinu mínu eitthvað sem það þurfti ekki að gerast ef ég hefði fengið hjálp. Ég er alveg sammála því líka og þetta á ekki líka á aðstæðnendum. Nei, alls ekki. Ekki þessi vinna. Og svo bara ekkert allir sem eru það heppnir að hafa aðstandendur til að... Algjörlega. Það er alls ekki. Alls ekki. Og þetta er svo mikill málaflokkur sem að þarf svo bara miklu meiri athygli og grípa miklu meira inn í og til að koma til móts við þessa sjúklinga því þetta fólk er náttúrulega bara veikt. Og þú segir ekki ef þú kemur inn á spítal og handleggsbrotnaður eftir skíðaferð eða dast í hálku og þú verður á slysadeildina og þú þarf að bíða rosalega lengi, við gefum okkur bara 12 tíma. Það er rosalega lengi bið með beinbrot. En það er enginn sem kemur og segir bara, heyrðu, komdu eftir mánuð, þá getum við sinnt þér, eða 2. Það verður allt brjálað af því að þú þurftir að bíða 12 tíma með beinbrot. Þetta er alveg slæmir sjúkdómur eða krabbamein. Það er mikið sinna krabbameinsmeðferð fyrir eftir 3 mánuði frá greiningu. Já, þú getur líka verið dauður þá. Veistu, bara vöknum. Já, líka, þú veist, segjum sem svo að þú sér greindur með krabbamein og þú þarft að og segjum svo þú þyrftir að bíða kannski nokkra mánuði eftir að komast í aðgerð eða eitthvað að lifa meðferð eitthvað svoleiðis, þá væri alltaf allan tíman einhvers konar aðstoð í gegnum ferli, skilja. Útskýring af hverju þarft að bíða. Ertu að bíða eftir að komast í lyfjameðferð af því þú þarft fyrst að fara í aðgerð eða, veist, það er alltaf samt eitthvað. En það er ekki hjá þessum sjúklingum. Og það bara þarf að grípa þetta inn í strax, miklu fyrr. Algjörlega. Er eitthvað meira sem vill bæta við? Nei, ég held ég sé búin að fara svolítið vel út fyrir þannig eina einstakling sem ég ætla að ræða En mér finnst þetta bara mjög þarft efni að ræða og vekja fólk til umhugsunar og þá sem kannski koma að þessu, landlæknir, heilbrigðisstéttina eða þá sem að koma að heilbrigðismálum í þessu landi. Að það er svolítið skýrt að það sé bara einhver sjálfboðaliðar sem eru að brenna fyrir þetta, manneskja eins og þú, sem eru vekja athygli á þessu. Og ég bara vona innilega að þú sérst að skila, þú ert að gera frábæra hluti og að þetta komi til með að skila sér það sem það þarf. Bara takk hérlega fyrir það. Já, takk fyrir mig. Og bara takk hérlega fyrir að tala um mig.